Það voru að koma jól á Sótoreyju. Eimreiðarnar lögðu hart að sér. Tommi og Tobbi voru í óða önn að flytja fólk og pakka fram og tilbaka eftir aðalsporinu. Það lá mjög vel á öllum. Aðeins vagnarnir, Anna og Klara, kvörtuðu. Þetta alltaf eins fyrir jólin, stundu þær. Við erum svo hlaðnar. Hætti þessu, sagði Tommi. Hvar hátíðaskapið? Jólin alveg að koma. Við sporið var lítið afskekkt kot þar sem kunnugleg kona veifaði til þeirra. Þetta hún Góðrún, blístraði Tommi. Píp, píp, gleðileg jól. Tomma leið alltaf betur þegar hann sá hana. Jólin væru bara engin jól án hennar Góðrúnar. Þegar vinnudegi var lokið fór Tommi og hitti hinnar eimreiðarnar. Það var búið að bóna þær allar. Sagði Gyrðir, sjáðu okkur. Lestarstjórinn þinn verður að hafa sig allan við svo þú verður eins fínn og við. Það skiptir engu máli, sagði Tommi. Ég þarf að segja svolítið mikilvægt. Gerið ykkur grein fyrir því að nú 1 ár síðan hún Góðrún kom í veg fyrir að við lentum í slæmu slysi. Þið munið að hún lá veik í rúminu og... Já, auðvitað, skaut Eðvarð inn í. Þú sagðir okkur frá því að hún hefði veifað rauða kjólnum sínum út gluggann til að vara við skriðunni sem fallið hafði á teinana. Og þið Tobbi gáfuð henni gjafir, bætti Pési við, og feiti eftirlitsmaðurinn sendi hana til Blöndós að láta sig batna. En, sögðu Jakob og Hinrik einum rómi, við hinir þökkuðum henni aldrei almennilega. Einmitt, sagði Tommi, svo nú held ég að við ættum allir að halda jólaboð fyrir hana. Þetta fannst öllum þjóðráð. Lestarstjórarnir voru vissir að feiti eftirlitsmaðurinn samþykkti þetta og það gerðan. Eimreiðarnar voru í óða önn að undirbúa þetta þegar þögn fjall á hópinn. Feiti eftirlitsmaðurinn færði slæmar fréttir. Veðrið hefur breyst til hins verra. Hún Góðrún veðurteft heima hjá sér. Tobbi segist ætla að hjálpa til við að bjarginni, þú verður líka að hjálpa Tommi, annars verður engin veisla. Tomma var meinilla við snjó, en hann sagði, ég skal reyna herra, við verðum að bjarginni, við verðum. Þetta líkar mér. Ykkur Tobba verður ekki skotaskuld úr þessu. Tommi brunaði í gegnum snjóskaflana. Stundum sópaði hann þeim til hliðar en stundum festist hann og þá urðu mennirnir að losa hann. En í gílinu við kotið komust þeir ekki lengra. Viljið þið sjá, hrópaði kyndari Tomma. Píp, 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 hér eru við, blístraði Tommi. Í glugga á efri hæðinni var veifað til þeirra. Þá heyrðu þeir kunnuglega hljóð. Þetta Trausti, sagði Tommi. Hann líka kominn til að hjálpa okkur. Mikið rétt. Trausti var með snjóplóg og var að strita við að ryðja leið að járnbrautarteinunum. Loksins hafði björgunin tekist. Pési flutti dauðþreytta verkamennina heim. Trausti kvaddi Góðrúnu og lofaði að hugsa kotið hennar og svo fylgdist hann með þeim hverfa á brott. Eimreiðarnar voru fljótar í förum. Það hafði hætt að snjóa en stöðvarsvæðið var dimmt. Hvergi var neinn að sjá og Tommi fylltist beygð. Skyndilega kviknuðu öll ljós. Stórkostleg sjón blasti við Góðrúnu. Vel af sér vikið, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Ég mjög hreykin af ykkur. Góðrún þakkaði minni eimreiðunum sérstaklega. Tommi og Tobbi eru gamlir vinir mínir, sagði hún, og nú þú það líka, Pési. Pési var hæst ánægður. Þrefalt húrra fyrir Góðrúnu, hrópaði hann. Píp, 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 blístruðu allir. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tomma tógvagni og vinum hans fannst þetta bestu jól sem þeir höfðu átt og Góðrún vildi hvergi annar staðar vera en þarna hjá þeim á Sótoreyju.